Komiði sæl. Síðasta myndband dagsins sem við ætlum að gefa út í dag fjallar rútínu og sjálfstal. Þið vitið þetta kannski sum, en við höfum ekki valkost hvort við ætlum að hugsa eða hvort við ætlum ekki að hugsa. Eina valið okkar hvað ætlum við að hugsa og í þessari æfingu sem ég ætla að sýna ykkur, að það var þetta alveg eins og með markmiðasetninguna. Við ætlum að ákveða hvaða hluti við ætlum að gera og þannig útiloka hlutina sem við viljum kannski ekki gera. Alveg eins og ef ég tek ákvörðun að mæta á morgunæfingu klukkan 06:00, að þá ég líka svolítið búinn að taka það ákvörðun að fara snemma að sofa í staðinn fyrir að vaka lengi fram eftir. Og það það sem við ætlum að gera núna í rútínunni. Við ætlum að ákveða hvaða nákvæmlega sem við gerum í rútínunni, þannig að við útilokum þá hluti sem við viljum kannski ekki gera. Þannig að fyrir hvert högg, bara alveg eins og ég væri að spila í móti, ég að æfa mig að velja með skotmark. Þannig að ég ætla núna að slá hérna á Hotel Örk, sem akkurat þarna. Og til þess að slá á Hotel Örk, ég horfi bara á línuna mína og ég sé að staðurinn minn sem ég vil byrja kúluna fyrir beinsögn væri akkurat hérna. Þannig að ég veit hvað skotmarkið mitt og staðurinn minn Ég kem hérna beint fyrir aftan kúluna og þar sem að vindurinn aðeins frá hægri, þá þarf ég að byrja aðeins hægra megin við staðinn. Þannig að ég færi hann ögn til hægri og ég ætla að slá í þennan sveig frá hægri til vinstri. Ég með skotmarkið og staðinn minn. Ég slaka á fyrir höggið mitt. Síðan labba inn í höggið. Ég tek gripið mitt þannig að ég labba inn í boltann. Ég stilli kilfuhausnum upp beint á staðinn. Stilli fótunum upp beint eftir kilfuhausnum. Slaka á, horfa á staðinn minn aftur, horfa á skotmarkið og hitti kúluna vel. Þessi byrjaði akkurat þangað sem ég ætlaði. Hann sveigði aðeins of mikið. Þannig að nú ætla ég að taka aðra endurtekningu að því nákvæmlega sama. Og svona myndi æfingin minn líta út. Ég kem beint fyrir aftan boltann, ég með staðinn minn, ég slaka á fyrir höggið og ég labba inn, tek gripið, stilli kilfuhausnum upp beint á staðinn, stilli fótunum upp beint eftir kilfuhausnum, slaka á, horfa á staðinn minn, horfa á skotmarkið og hitti boltann minn. Þannig að þessi byrjaði beint yfir staðinn, endaði beint á Hotel Örk. Ég hitt hann aðeins á tanna. Þannig að ég kem beint aftur fyrir boltann, nákvæmlega sama stað. Slaka á, ég með skotmarkið á staðinn minn. Og ég labba beint inn í höggið, tek gripið, stilli kilfuhausnum upp, beint á staðinn minn. Stilli fótunum beint eftir kilfuhausnum. Slaka á, horfa á staðinn minn, horfa á skotmarkið og hitt hann vel. Þessi byrjaði aðeins vinstra megin, smellhittur, sveigði ekkert of mikið, þannig að hann bara þarna rétt vinstra megin. En þarna ég búinn að slá 3 bolta og það eina sem ég að sjá til að það sem ég að segja við sjálfa mig og það sem ég að gera eitthvað sem hjálplegt fyrir höggið sem ég að fara að slá. Og þetta eitthvað vanaferli sem gæti verið mismunandi á milli kylfinga. Sumir labba fyrst inn, taka síðan gripið, stilla fótunum upp. Sumir að dilla sér heillengi og horfa upp og eru með alls konar svona triggera. Það getur haldið sér inni hjá mismunandi kylfingum. Eina sem við viljum, við erum að ganga alltaf í gegnum sama ferli og að röddin inn í hausnum á okkur sé að segja það sama til þess að koma í veg fyrir kannski að þetta hérna gerist. Ég hef lent í þessu, en því betur sem að ég get eftir með að hugsa hvað ég á að hugsa þá slepp ég við eins og að koma fyrir aftan og vera með skotmarki. Ég veit hvar ég vil að boltinn endi, en ég verð að passa mig að slá alls ekki til vinstri út af það eitthvað vandræði þar, en samt vindurinn frá vinstri, þannig að ég verð líka með aðeins þangað og þetta er svolítið lítið grín. Ég verð alveg klárlega að passa mig að fara ekki til vinstri.
En síðan veit ég líka að þjálfarinn minn var að segja mér að ég var að fara eins fyrir innan til að byrja með og síðan ég búinn að slá á síðustu 3 högg aðeins til vinstri, þannig að ég verða að miða til hægri en samt var vindurinn aðeins til vinstri og hérna, já, ég er kannski með aðeins og litla killu en ég þarf að slá þetta svolítið fast, þannig að ég bara þetta var ömurlegt högg, maður. Alveg skelfilegt. Og við viljum helst ekki að þetta sé hugsunarferlið okkar, að við séum að hugsa allt það sem að hjálpar okkur ekkert með að slá gott golfhögg og þá líka þegar við erum búin getum við vanið okkur á bara að halda jafnvægi, sagt nákvæmlega hvað gerðist og fært okkur síðan yfir í næsta högg. Þetta er eitthvað sem við getum æft hérna í hverju einasta höggi, þá sérstaklega þegar við erum búin að taka tækniæfingarnar og æfa hvernig við ætlum að sveifla, að þá getum við farið inn í æfingu þar sem að ég bara hugsa höggi mín og ég er að tala mig í gegnum vanaferlið mitt og síðan er ég búinn að æfa það vel hérna að þegar ég mæti í mót og það er mikil pressa undir að ég get verið nákvæmlega eins. Ég mæti og ég er að tala mig í gegnum nákvæmlega sama ferli í fyrsta taughögginu og síðan þegar ég er komin á síðustu og er að spila 100.000 krónur og það er allir að deyja úr stressi að ég veit nákvæmlega hvað ég þarf að segja við sjálfan mig þegar ég stend fyrir aftan og ég bara fer í gegnum nákvæmlega sama eins og biluð plata. Og það er þannig sem að gott golf er spilað, ekki satt, Axel? Heldur betur. Þannig að ég mæli með að þið vitið og kynnist ykkar eigin vanaferli og síðan að náið að tala ykkur í gegnum. Það þarf ekki að vera uppátt. Það hjálpar að gera það uppátt út af þá þurfum við að vera agaðir í því sem við segjum. En allavega hérna inni erum við að búa til eitthvað vanaferli sem að við getum alltaf treyst. Takk fyrir mig.